Þátturinn unnin í samstarfi við KEA, Ferrósink, Íslensk verðbréf, Áveitan, SS Byggir og Komdu í vinahópinn og gerum eitthvað skemmtilegt. Ólís, vinur við veginn. Tegnum og bara skjóta. Þetta eru mikilvægustu 7 sekúndur í handboltalífi þessara stúlkna. Aldís fer bara upp með boltan og Aldís ætlar bara alla leið og Aldís ákveður að tryggja. Káa Þór Íslandsmeistar á titillinn. Káa Þór. Finnst svona þegar ég hugsa þetta þá svona fullt af mómentum sem ég endilega man ekkert eftir. Eins og ég hef verið bara í einhverju svona móki. Það var talað að Káa Þór væri að fara á einhverju gleði, á einhverju stemmingu, á einhverju hjarta sem engin lygi. Þó að leikurinn hafi gengið vel og gengið ótrúlega vel fann maður og öllum að það þorði enginn að fagna fyrir þetta var alveg komið í lokin. Það ekkert langt síðan að Káa Þór tapaði öllum leikjunum á tímabilinu. Núna erum við töpum 2-3 leikjum í vetur og þetta bara hópurinn liðsheildin geggjuð og þetta gaman. Og svo kemur maður til Akureyrar og það eru bara 250 manns bara í andirinn á flugvellinum og þá bara svona shit. Við bara unnum þetta sko, þú veist og allir komnir og bara hálft Akureyri sko, þannig að það var þá svona sæll. Fekk maður alveg svona hugmyndinn í hausinn að við höfum unnið. Það er ekki það, bara fyrir framan allt þetta fólk sem var búið að leggja á sig að fljúga suður og keyra suður og Akureyringar út allt þarna í stúkunni. Það var algjörlega ólýsanlegt, ég var bara að segja eins og það var geggjað. Og þú veist, stelpurnar áttu líka svo mikið skilið, þær voru búin að standa sig fáránlega vel allt tímabilið og gaman að loksins að geta fengið áhorfendur í húsið og tilfinningin var geggjuð af því eins og segir, maður búinn að vera að lifa og hrærast í því bara að horfa stutt fram í tímann og þetta búið að vera rosa mikil vinna og tími og allt sem fer í þetta og uppskera svona, þetta var algjörlega ólýsanlegt. Þetta var eiginlega bara sturlað og eitthvað sem mjög gaman að upplifa og að vinna titil fyrir norðan. Þú veist, það mjög gaman af því að við flugum heim með bikarinn og fullt af fólki kom á flugvöllinn og tók á móti okkur og þú veist, rosa veisla kvöldið og finna, maður fer svo í bónus eða nettó og finnur fyrir því að fólk var að virkilega fylgjast með okkur og þannig að tilfinningin að vinna þetta var frábær, ótrúlega gaman og eitthvað sem maður á aldrei eftir að gleyma, klárlega. Það var bara dásamlegt, þetta bara held ég eitt af besta sem ég hef gert á ævinni sko. Ég tók við þessu 2013 og þá vorum við eiginlega bara með eitt markmið. Það var að vera með lið í keppninni. Við vorum búin að vera að ströggla við að vera í utandeild og einu deildinni kvennamegin sem var þá til skiptis, ár í utandeildinni og ár í úrvalsdeildinni og það var himinn og haf þar á milli og frá mínum fyrirrennurum sem hringdi mig sumarið 2013 og spurði hvort ég væri ekki til í að taka lítið verkefni af mig fyrir Káa Þór eða sem þá var handknattspil Káa. Var það bara skýrt að við ætlum að ná því markmiði var að fá nokkrar sem eldri stelpum sem sumar hverjur enn að spila í dag til að halda áfram og það þá Marta, Erdalheiður, Kata Vilhjálms og fleiri sem var mjög mikilvægt að halda áfram til þess að undirbúa þessar ungu stelpur sem margar hverjir hafa staðið sig frábærlega á stóra sviðinu okkur. Og þetta skiptir allt svo miklu máli að vera með liðin svo við erum með núna langstærstum hluta uppaldar heimastelpur héðan úr bænum. Sko, ég náttúrulega bara byrjaði að æfa handbolta bara alveg þegar ég var 6 ára. Bara ég er búin að vera í þessu í 31 ár, en
svo var ég var hérna í menntaskólanum og spilaði þá hérna þá var hérna bara Káa og svo fór ég suður í skóla og fór í tannlæknanámið þegar ég var tvítug og þá spilaði ég með Haukum fyrir sunnan og svo kom ég aftur hingað heim eftir námið. Þannig ég er búin að vera hérna alveg síðan ég var 26, 10, 11 ár sko, hér að spila. Þannig auðvitað hefur þetta verið svona fram og tilbaka, við höfum verið, þú veist, alltaf átt frekar erfitt svona, brattan að sækja, þú veist, að vera svona utanbæðarlið og við höfum einhvern veginn aldrei verið með kannski eins gott lið og við vildum og því það er svo erfitt alltaf að náttúrulega núna eftir að háskólan er svona flottur hérna, þá eru það ekkert að fara suður, en það var eins og bara ég, skilur, við fórum bara í menntaskólan og svo fóru allir suður. Þannig við vorum alltaf með svo ungt lið, það voru alltaf bara 18-19 ára stelpur og svo kannski 1-2 svona eldri sem voru komnar aftur heim. Þannig þess vegna erum við held ég að ná að halda svona góðu liðu því við erum búin að halda sama mannskapnum svo lengi. Þannig að það held ég alveg lykillinn á þessu. Þær eru svo samheldnar og þær eru svo jákvæðar, þær eru svo tilbúnar í þetta. Þú ættir eiginlega að koma út í þessu lítil. Rakel fórst á laugardagskvöldi, fór Rakel í skrúða. Var í fullu skrúða, hendur En það er búið að vera þannig að við vorum bara að ströggla við að halda til liði, keppnishæfu liði hérna fyrir einhverjum 7, 8, 9 árum. En það var bara samstillt átak ótrúlega margra að gera þetta vel og við byrjuðum bara í grunnunum. Bættum yngri flokkana hjá okkur, þjálfununa og miklu markvissara allt starfið þar. Ok, stoppið hinum meginn. Erum við, það er bara yfir. Þegar Andri tekur við okkur það sem að hann einhvern veginn kannski kemur með þetta auka þessa gríðarlega jákvæðni og svo gríðarlega þessi leikgleði sem að hefur einkennt okkur í held ég vetur og það sem allir segja og við erum bara fullt af skilaboðum og við myndum Ruth var að tala það og við erum bara fullt af skilaboðum og bara þú veist það er svo gaman hjá okkur, mér langar að vera með ykkur í liði þú veist það eru því að Andri eins og við erum búin að sjá hann er svo ótrúlega jákvæður og hann dregur alla með sér á þessa jákvæðu braut og þú veist auðvitað koma moment sem að hann hefur ekkert vilja vera jákvæður, hann hefur vilja taka hárblásana og bilast örugglega við okkur en hann einhvern veginn nær alltaf að snúa þessu einhvern veginn upp í einhverja jákvæðni, finna þá ljósapunktana sko. Þannig að ég held að það sem að hefur kannski bara bætt okkar leik frá því fyrra það sem hann kemur með þessi leikgleði og þessi jákvæðni. Ég tók við Káa Þórliðinu í maí 2020 og Sigþór Árni aðstoðarþjálfari og Egill Ármann sem með training for Warriors hérna í Káa-heimilinu. Hann er styrktarþjálfari liðsins og við byrjuðum strax þetta þjálfarateymi að undirbúa liðið bara mjög vel og vissum það að við ætluðum að æfa vel og nota sumarið vel í að hlaupa og styrkja okkur og huga vel að líkamlega þættinum og óhætt að segja það að stelpurnar tóku það líka til sín að þær huguðu vel að mataræðinu og æfðu gríðarlega vel og það lagði grunninn að frábæra tímabili, gott undirbúningstímabil. Það er búið að vera ótrúlega gaman að þjálfa þetta lið. Þetta eru alls konar karakterar eins og gengur að gerist en mynda frábæra liðsheild og það var það sem var okkar vopn í vetur. Þetta eru stelpur sem eru úr Káa Þór og eru búin að fara gegnum yngri flokkana saman í félaginu. Við ræddum það strax í upphafi að okkur langaði í úrslitakeppnina og ég hins vegar er bara þannig þengjandi að ég vil ekki hugsa of langt fram í tímann og við vildum ekki vera að setja okkur eitthvað meiri langtíma markmið en það. En við horfðum á þetta tímabil þannig að vika fyrir vika og auðvitað voru tímatinn þannig, þetta er náttúrulega skrítið tímabil, COVID, stopp mjög oft yfir tímabilið, engir áhorfendur og svo framvegis. En það voru með margir óvissu þættir sem urðu svo líka sérstaklega til þess að við horfðum alltaf mjög stutt fram í tíman og tókum þetta bara í fáum skrefum, alltaf einn leikur í einu, gamla klisjan, en það var svolítið okkar plan. Okkur var spáð 5. sætinu og sem var held ég ekkert óeðlilegt fyrir tímabilið þannig séð. Deildin var gríðarlega sterk og öll liðin sem styrktu sér og oft hefur þetta verið 1 eða 2 lið fram og Valur kannski sem hafa verið í kapphlaupinu en við vissum það fyrir tímabilið að það var komin margar landsliðsstelpur heim, sérstaklega út af COVID en það var að dreifast á fleiri lið eins og IBVF og Stjarnan og svo fengum við Ruth til okkar. En deildin fyrirfram mjög sterk og já, við náðum heldur betur að standa okkur.
Við vorum rosalega duglega að horfa bara inn á við á okkur eftir hvern einasta leik. Af því að við fundum alltaf fyrir því að þó við varum að spila vel, þó við varum að spila frábæran leik, þá vorum við alltaf fókusur á það að við ættum ákveðna hluti inni. Við gætum bætt okkur en ég held að það hafi nú verið kannski lykillinn að þessu. Enginn þá sérstaklega þessar leikmenn, þessar stelpur, að þeir eru baráttujaxlar, spila þó að séu veikar, þó að séu meiddar eða tæpar eða hvað það en þær eru alltaf mjög ólíkar, sumar alltaf skemmtilega grillaðar, aðrar svona bara meira rúðustrykkaðar og þetta er bara fjölbreytileiki, myndað saman mjög skemmtileg liðsdeild og við erum búin að búa til mjög flottan hóp og alvöru lið. Hér sjáum við klefan okkar sem við erum í fyrir æfingar og fyrir leiki. Þetta er skemmtilegt, þetta er góður hópur, þetta er jákvæður hópur og bara góðir karakterar í liðinu. Þannig að það er aldrei leiðilegt að mæta æfingar þótt að sé lyftingaræfing eða handboltaæfing. Það er alltaf bara geggjað að spila með KFUR sko og þetta er alltaf frábært lið og liðsdeildin er svo geggjuð þannig að það er bara frábært. Það er bara ómetanlegt að hafa þessi stelpur við hliðina á manni og á öllum aldri og ná að tengja við svona mismunandi aldurshóp og gera það sem mér finnst gaman og þannig að mér finnst það bara eiginlega skemmtilegast að fá að vera í þessu liði sko. Það er alveg einhverjum sem getur bara alveg verið mamma þannig. Já, í rauninni. Marta og það er eldri sko, en í rauninni sé ég það ekki þannig af því að þær eru svo mikla vinkonur mínar að við erum bara, já, það er svona eins og bara ein stór fjölskylda. Ég meina sonur minn er að verða 15 ára, þær eru bara, það er ein sem er árið eldri en hann sko. Þannig að, en mér finnst það bara æðislegt og ég held einhvern veginn að þegar maður er kominn inn í hennan hóp og er inn á vellinum, þá eru bara allir eins skilur og ég hef oft svona sagt við þær, auðvitað leita þær alveg til mín ef eitthvað er, ég finn það alveg. En það er samt, stundum bara, við tökum ekkert eitthvað eftir að þú ert eitthvað eldri. Já, sestu hérna hjá henni. Sestu hérna hjá henni. Sestu hér. Gott. Já, og bolti. Síður sniðið, svo fast. Það bara, hann er líka að fá einhverja 6 tennur eða eitthvað. Jæja, Andri, let's go! Það þarf, að leggja ýmislegt á sig til þess að ná þessum árangri sem að við í KFUR náðum í vetur og fer mjög mikill tími í þetta. En svo þarf maður að hugsa hvað maður er að borða, svefninn og annað, þannig að það fer, hausinn er alltaf að hugsa handboltann sko. Ég get alveg sagt það. Stelpurnar æfa bolta svona venjulegri viku er það í styrk 1-2 viku og bolta 4-5 sinnum í viku. Það æfa 11 mánuði á ári og þrátt fyrir að séu bara nánast ekki búin að setja bikarinn niður eftir að hafa lyft honum fyrir 2 vikur síðan að þá eru þær byrjaðar að æfa af krafti fyrir næst tímabil og eru byrjaðar á fullu undirbúningstímabili. Já, það er ansi mikið að gera verð ég að viðurkenna og margir sem eru alveg bara, hvernig, mér finnst það svona, hver hugsar börnin? Eitthvað hérna, maður bara svona, fyrsta lagi eiga börnin pabba og öðru lagi koma þau náttúrulega yfirleitt með mér á æfingar, þeim finnst það geðveikt sko. Það er alveg ótrúlega mikilvægt að hafa sterka umgjörð og sterka stjórn eins og við erum með núna vegna þess að þetta er svona fyrstu árin núna sem er algjörlega kvennastjórn. Það var bara mikið fyrir eina stjórn að sjá bæði karla og kvennalið og komið alveg ótrúlega gott fólk þar og þau hugsa okkur bara eins og prinsessur og drottningar. Frábær og mæta alla leiki og græja allt fyrir okkur og það eru ávextir í hálfleik og bara þetta er ótrúlega mikilvægt og þetta er náttúrulega fólk sem er að vinna í sjálfboðavinnu, allt saman, fá ekkert greitt fyrir þetta og þau elta okkur til Eyja og bara sjá andlitin á þeim hana og eins og þau voru alltaf hrósa okkur og bara það er svo gaman að vinna með ykkur því ykkur gengur svo vel og þið eru svo glaðar. Þannig að það var bara eins fyrir okkur út af því að þegar maður sá hvað þeim fannst þetta gaman
og hvað þetta gaf þeim mikið, hvað okkur gekk vel líka. Þetta er skemmtilega að vinna þegar gengur vinna fyrir okkur þegar gengur vel, það er bara þannig og þá er auðveldara að fá fólk og þau eru bara að vinna alveg ótrúlega óeigingjarnt starf, safna peningu fyrir okkur þannig að við getum gert það sem okkur finnst skemmtilegast. En þessi nýja stjórn sem tóku kvennamegin, óbáslega margir nýir í starfinu og það er svo geggjað því að eldmóðurinn og viljinn er svo mikill að fyrsta sem að hugsa bara, heyrðu, Evrópukeppni, hefur ekki að fara í Evrópukeppni? Þú veist, eitthvað sem að kannski einhverjir, þú veist, íhaldsamar og eldri hefðu bara, nei, það er alltaf dýrt að fara í Evrópukeppni og það var bara ekki til hjá þeim, það var bara við söfnum bara fyrir því og stelpurnar söfna bara fyrir því og við varum að stefna á Evrópukeppni. Og ég veit til þess að leikmenn fyrir sunnan sem að spila kannski með Val eða Fram eða Haukum eða hvernig sem á þess að gera lítið á þeim liðum, þau horfa öfundar augum innan norður til að fylgjast með umgjörðinni sem í kringum K.A. Þór. Þú veist, umgjörðin sem á heimaleikjum, umgjörðin sem á æfingum, húsinu, klefanum, búningunum, upphitunatreyjum, upp á 10. Því að það er bara fólk sem virkilega umhuga þetta og þessi stjórn sem búin að vera núna í 2 ár, hún á svo mikið hrós skilið að hafa tekið við góðu búi og tekið næsta skref áfram og vonandi bara heldur það áfram því að sko, sky is the limit. Nei, þú veist, þau náttúrulega bara eru búin að vera sko, geggjuð. Þetta er náttúrulega bara ekki sjálfsagt sko. Búin að gera allt fyrir okkur og og já, ég er bara mjög þakklátt fyrir þau. Þú veist, í rauninni væri, þú veist, þetta væri ekkert svona ef þau væri ekki sko. Við tókum við fyrir 2 árum síðan, byrjuðum bara á 0 eða reyndar í tölvörðum mínus og það hefur bara gengið ágætlega að safna penningu fyrir þessu en það er svona alltaf undirliggjandi að passa sér til peningar mánaðamót fyrir því sem þarf að borga. Svo kemur náttúrulega inn í líka þetta skipulag á ferðum suður og utanumhaldum leikina sem eru hérna heima og þannig að það er alveg töluvert sem að tínist til. Já, og við erum nú heppin sko, við erum 8 í stjórn og skiptum svona með okkur verkum en reynum bara að hjálpast að svona, þetta er nú ekkert mjög formleg skipting þannig. Nei. En svo erum við náttúrulega K.A. með íþróttafulltrúa líka sem að svona tekur dálítið þungan af okkar störfum. Áður fyrir þegar við erum bæði búin að vera í stjórnum áður sko, þá voru bara sjálfboðaliðir í öllu en nú er íþróttafulltrúi sem tekur svona þetta pantaferðir og sjáum svona skipulag svolítið þó að við kannski ákveðum hvernig þetta er gert. Og svo náttúrulega þegar við erum með okkar svona stærstu fjáraflanir þá þarf að fara víða og gera heilmikið. Vorum við að þrífa klósett hérna á N1-mótinu og svo þrifum við herbergi á Eddu-hóteli og svo höfum við verið að selja happdrættismiða og við erum með páskaeggjahappdrætti og við erum með selt kjöt og humar og svona hitt og þetta að selja. Og svo náttúrulega söfnuðum við í leikskrá núna í vor. Þar sem við gáum út leikskrá, svona hitt og þetta annars málegt, selja klósettpappír og allt þetta sem allir eru að gera. Auðvitað eru sumar fjáraflanirnar misleiðilegar og misgóðar og það er missterkt bakland í að selja endalausan klósettpappír eða fisk eða misauðvelt með að komast í að þrífa hótelherbergi eða þurrka rúðum eða hvað sem þeir eru beðnir að gera. En á endanum tekst þetta alltaf og ef það vantar eitthvað upp á og þá erum við með bakland í stjórn og sjálfboðaliðum sem að hafa hlaupið í skarið og tekið vörutalninguna þegar það á við eða selt aðeins fleiri kíló af kjöti og við erum óbúslega þakklátir líka þeim bakhjörlum sem hafa stutt liðið með fjármögnunartækifærum og er gríðarlega mikilvægt en svona rekstur er 85% sjálfaflað fé hjá stelpunum og stjórninni, engin spurning. Það er aldrei erfitt að fá stelpunum til að taka þátt í fjáröflunum. Þær eru alltaf tilbúin að leggja á sig gríðarlega vinnu. Mér finnst alveg hundleiðilegt í þessum fjáröflunum. Þetta er bara svona eitthvað sem maður verður að gera sko, til þess að halda sér uppi og svona. Það er náttúrulega ekkert mikið peningur í handbolta og fótbolta sko, þannig að Stelpunar eru allar í námi eða í fullri vinnu. Og sumar með börn og fjölskyldu og þetta er ekkert þeirra aðal atvinna eða annað slíkt og bara því miður kannski verður aldrei. Ég er í íþróttakennaranum og hérna í HA og vinn svo í Giljaskóla á veturnar, bara sem stuðningsfulltrúi núna. Og svo á sumrin er ég búin að vera að leysa svona sölumannsstarf. Núna í sumar þarf ég að vinna á Samskip og ég er bara þar í afgreiðslunni og inn á lager og svona og raða í rauninni bara vörum á rétta staði í húsinu og síðan er ég að afgreiða fólk sem kemur og ná í
IKEA-pantanirinn þeirra og eitthvað svona. Þannig að þetta mjög fjölbreytt starf og svona þegar maður stundum á bíl og svona út í bæ að keyra vörur, þannig að það svona mjög fjölbreytt og skemmtilegt. Það kannski erfiðast eru þessar suðurferðir. Við náttúrulega förum í rútu alltaf fram og tilbaka og þegar leikirnir hafa hist þannig á að þeir eru ekki helgar, þá það svona pínu erfitt að vera að koma seint nóttina og fara beint í vinnu morgunin eftir og svona. Þó að sé draumur minn og margra að geta launað allavega tímann sem fer í þetta, þannig að það sé komið til mínus að æfa handbolta í meistaraflokki. Og ég veit reyndar að við höfum alveg betri sumaríþróttagreinar sem kannski borgar æfingjöld í meistaraflokki, við erum ekki alveg þar. En þetta eins og hjá stjórn og hjá leikmönnum, þetta er bara passjónið og ástríðan fyrir sportinu sem rífur þetta á. Undir pressu! Hvað myndavélar? Við höfum átt, núna í vetur höfum við átt 2 landsliðskonur og Marta spilaði náttúrulega landsleik líka í fyrra 2020 eða 2019 og hann kölluð í landsliði bara löngu verðskuldað og í rauninni fáránlegt að það hafi ekki gerst fyrr. Var alltaf í þessum yngri landsliðum en átti aldrei neitt A-landsleik. Þannig að svo var ég kölluð inn í landsliði þannig í hittifyrra, 35 ára mína fyrstu landsleiki og bara geggjað. Þetta var bara, ég var fyrst alveg svona á ég eitthvað að fara, ég er orðin þetta gömul og ég er ekkert að fara eitthvað að meika með landsliðinu núna og eitthvað. En svo hugsaði ég bara með mér, ef ég ger þetta ekki núna, ger ég þetta aldrei. Og fara þarna og lifa eins og prinsessa á hóteli og fara í nudd og sjúkraþjálfun og engin vinna og vá, þetta var bara húsmæðraorlof fyrir mig, sko. Og ég held þegar næsti hópur verður birtur að það verði fleiri frá K.A. Þór og ég bara trúi ekki öðru að við eigum allavega 3 jafnvel í viðbót, 3-4 sem eru farin að banka heldur betur fast á dyrnar. Ef hún fær skota skiptir ekki máli sé opið markið ekki og hvort þið skorar alltaf. Já, einmitt. Það er alltaf bara geggjuð viðurkenning að komast í landsliðið og þetta er ekkert sem allir fá að gera, þannig að ég er mjög þakklát fyrir það. Og líka hópurinn minn sem ég er í, hann er svo góður, bara svo samheldinn, og við náttúrulega okkur gengur svo vel, og núna náttúrulega erum við að fara á EM og svona í Makedóníu, þannig að það verður bara spennandi að sjá hvernig okkur gengur þar. Þegar þú vinnur alla til þess að vera í boðið eru, tapar alla leik, þá ertu bara besta liðið líka með bestu leikmenn. Og þær eru bara búin að sýna það að ef við erum með 2 í A-landsliðinu og það eru kallað 3-4 úr öðrum liðum í kring, þá er eitthvað bogið því að við erum bara með besta liðið og bestu leikmenn. Hey, spilfríar, ok? Ekkert 50-50 sending, annars handbók og 1-30 á boltanum. Rólegar, ok? Við viljum bara búa til stórveldinu fyrir norðan og það skiptir okkur svo miklu máli fyrir komandi kynslóð því að það hefur aldrei verið fleiri stelpur að æfa handbolta. Það skiptir okkur svo miklu máli fyrir komandi kynslóð að hérna séu fyrirmyndirnar til að líta upp til og stelpur sjáu það að þú gæti tekið stökki frá K.A. Þór síðan út í atvinnu, eða beint úr K.A. Þór í landslið. Oft hefur þetta verið þannig með okkur landsliðið en að þú þurft að fara í KR eða Val eða Fram til þess að komast út eða í landslið. Núna ætlum við bara að búa til það grundvöll að stelpur geti farið beint frá K.A. Þór í atvinnu. Þátturinn er unnin í samstarfi við KEA, Ferrósing, Íslensk verðbréf, Áveitan, SS Byggir og Komdu í vinahópinn og gerum eitthvað skemmtilegt. Ólís, vinur við veginn.